ætlum að lyfta upp nafni hans í dag því að hann verðugur að vera lofaður. Maður heyra amen. Þetta vers sem að við elskum öll allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gerir. Filippibreið 4:13. Við ætlum að ganga í þessu versi alla vikuna. Við ætlum að fara á hverjum einasta degi og segja allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gerir. Má ég heyra amen? Við ætlum að lofa hann og þeir sem heima sittið endilega taka þetta vers út vikuna. Við ætlum að takka Guð fyrir það að við fengum að vakna í morgun og við erum hér í dag. Lofiði Guð með okkur og gefið honum dýrðina með okkur. Halleluja. Syngjum saman. Aldrei brugðist í orraríð, trúr og sannur alla tíð, mikið verk þitt. Og ég veit að þú best með mér enn, því þitt loforð já og amen. Mikið verk þitt, mikið verk þitt. Mikið verk þitt. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf og allt sem bindur í hlekki og böl og guð. Mikið verk þitt. Við dönsum í frelsi svo fagnandi þá, og Jesús þitt nafni því upphafið hátt og guð. Mikið verk þitt. Halleluja, þú ert ofar öllu. Halleluja, Guð, ei breytast bundu. Halleluja, þú allt gjörir vel. Halleluja, Guð er ofar öllu. Halleluja, Guð, ei breytast bundu. Halleluja, þú allt gjörir vel, allt gjörir vel. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf og allt það sem bindur í hlekki og böl og guð. Mikið verk þitt. Við dönsum í frelsi svo fagnandi kát, og Jesús þitt nafni því upphafið hátt og guð. Mikið verk þitt. Mikið verk þitt. Ó Guð, mikið verk þitt. Halleluja, takk Jesús. Mikið verk hans, halleluja. Og við erum verk drottins. Hann verkar í okkur að vilja framkvæm sér til velþóknunar. Halleluja, ef við leyfum honum að vinna í okkur, þá endar það alltaf vel. Halleluja, því að hann hefur fulla ástæðu að gera okkur á bestu útgáfum sem við getum orðið í gegnum hann. Halleluja. Má ég sjá, klöppum saman. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. I praise in the valley, I praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. I praise when there's waters, my enemies drowning.
As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I praise when I don't. Woo! I praise 'cause I know you're still in control. Tack Jesus. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Sing it someone. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Woo! Halleluja! Við höfum að lofa drottin með öllu því sem við höfum. Halleluja! Helgi sitt nafn drottin Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands.
við lofum þig. Við gefum þig dýrðina, drottinn Jesús. Þú ert heilagur, drottinn. Know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth living. I was meant to be tending a grave. I was called by name, called by and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shape when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Know who I am, 'cause I know who you are. Cross of salvation was only the start. Now I am chosen.
Halleluja. Helgist þitt nafn. Halleluja. Heilagur ertu. Halleluja. I was made for more. Fagnaðarindi fjallar að gefa og fyrirgefa. Og hugsið ykkur, glatt hjarta veitir góða heilsubót, segir í orðskóðanum. En dapurt geð, það skrælir beinin. Sálmur 126 segir, munnur okkur fylltist hlátri. Þegar við sáum hvað Guð var að gera, hann sneri við hag okkar. Og svo endar þessi sálmur og segir, sá sem sáir með tárum mun uppskera með gleði söng. Það gott að fá að gefa í Guðsríkinu. Orð Guð segir, Páll að reyna að kenna hvað fjallar að gefa. Og við notum þetta oft að segja, Guð elskar glaðan gjafara. Og alveg svo hjartað þetta búið að vera mýkjast núna við að syngja og lofgjörð. Pæli í þessum texta. I was made for more. Ég var ekki skapaður til þess að alltaf vera að snirta gröfina fyrir gamla mannin. Hann segir í öðru Korinthubréfinu 4. kafla að þá er hann að segja, þjáningi okkar núna, hún er bara léttbær. En dag frá degi, þá hrörnar vor ytri maður. En innri maðurinn okkar, hann er að styrkjast og byggjast upp. Að þegar við viljum leggja hald í það og hugsa ykkur hvað Guð er búinn að snúa við hag Smárakirkju. Ef að hugsa 9 ára aftur í tíman, my Guð með góðu gráturinn þá maður. En Guð er að byggja. Og orðið segir, hann setur hvern þann á líkama sinn eins og honum listir. Og hann er að kenna þeim í Korinthubréfinu aftur og segir, vistu það, þeir gáfu sig fyrst Guði og síðan okkur. Og Guð er að reyna að reisa fólk sem að trúir að fagnaðarindi er satt og rétt og það virkar í dag. Við getum séð Guð vorn á landi lifenda. Og það byrjar akkurat með þessu, að við alveg svo hjartað þetta mýkist í lofgjörð, þá hjartað þetta að vera mjúkt þegar við gefum. Við skulum biðja saman. Faðir, við þökkum fyrir að fá að vera þátttakendur í því verki sem þú ert að gera í þjóðin okkar. Ég þakka þér fyrir að þú ert að kenna okkur að byggja stríðskistu. Að við mættum boða fagnaðarerindið frítt, fara til þjóðana, boða þitt undursamlega fagnaðarerindi. Faðir, ég biðjum að eiga við hjört okkar þegar kemur að fjármálum. Gerðu hjarta okkar glatt. Mynd okkur á þegar við erum eyð í vitleysu. Mynd okkur á þegar við erum að fríka út á kreditkortinu. Mynd okkur á, Drottinn, að það er fólk að núti sem er að þjást. Eigðu við hjört okkar núna, Drottinn. Bíðum bara í 10 sekúndur. Leiðu heilugum anda að tala til þín. Ekki fara í autopilot, hérna er 2000 kallið minn. Leiðu anda Guðs að tala í hjarta þetta núna. Takk, Jesús. Takk fyrir að fá að vera þáttakendur í verki þínu, Jesús. Takk fyrir að náð þín, hún skapar örlæti í okkur. Í Jesú nafni. Amen. What a beautiful name it is, the name of
dásamlega nafn Jésu. Heilagur ertu. Út vegurinn, halleluja. Út sannleikurinn og lífið. Þú gerir allt, drottinn minn. Allt verður til vegna þín, drottinn. Þú læknar, drottinn minn. Þú leysir, þú gefur líf. Þú gefur lausn, þú gefur sigur, drottinn. Halleluja. Helgist þitt nafn, Jesús. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you.
don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ooh, that is who you are. That is who you are. Oh, Jesus. Ooh, that is who you are. 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 Takk Jesús, mögnu lofgjör hér í dag. Dýr sé þér Jesús og allir líðurinn sagði. Hvernig væri aðeins að standa upp og hrista eins á sig bífurnar. Bífurnar eru þetta hér, það eru lappirnar. Halleluja, Guð er hér og hann vill finna okkur í dag. Hann er með orð fyrir okkur í dag. Orð í tíma, má ég heyra amen. Dýr sé þér Jesús. Og hérna kemur drengurinn minn með hérna smá blóm. Við ætlum að tala þetta blóm hérna á eftir. Ég ætla fyrst að fá Gunnar til þess að hérna biðja fyrir orðinu. Amen. Förum við í dritningastað. Ég kalla Rómverjabréf fagnaðarerindisins. Ég veit ekki, þið megið vera sammála mér eða ósammála, þið ráðið því. Það er 10.3 og 10.4. Það er verið að tala þarna reyndar gyðinga, en þið munið skilja þetta. Þeir þekkja ekki réttlætið sem Guð gefur og reyna því að ávinna sér réttlætið sjálfur. Því að þeir hafa ekki skefið sig á vald réttlæti frá Guði. Sem sagt, málið þetta. Þið þekki söguna Ísraelsmenn, þeir fara út úr Egyptalandi og inn í Kanansland, en þeir stoppa í 40 ár í dásamlegri eyðimörk.
Þeir eru þar í 40 ár og þar gefur Guð þeim hérna lögmál sem við köllum lögmál Móse, boðorð 10 og 600 pluss önnur boðorð. Og þeir reyna að vinna sér inn að þeir reyna að halda allt þetta, öll þessi boðorð og þannig reyna þeir að vera réttlæti frammi fyrir Guði í verkum. En þeir þekkja ekki það sem nýji sáttmáli gefur mér sem þú ert réttlátur fyrir trú. Svo kemur hérna af því að þeir þekki ekki núna réttlæti sem Guð gefur og þarna kemur ástæðan. En Kristur leiðir lögmál til lykta svo réttlæti sérhvers á sem trúir. Hvað er hann að segja? Jesú Kristur er endalók lögmálsins. Þetta þýðir ekki núna að þeir reyna að réttlæta sig eitthvað sem er búið. Það bara getur ekki verið, þú getur það ekki. Þannig að núna erum við réttlætt, saklaus, framyfir Guði í trú. Ef þið viljið vita hvernig það birtist, þá er það Kólósabréfið 1. Þú ert heilagur, þú ert lýtalaus, óaðfinnanlegur frammi fyrir Guði. Þannig að Faðir, ég þakka þér Jesús að við erum réttlætt frammi fyrir Guði í trú, Drottinn minn. Ég þakka þér Jesús að þú ert vegurinn, sannleikur og lífið. Hjálpa okkur að reyna að skilja þitt réttlæti betur, Drottinn minn, að við fáum að reyna og endurnýja hugafærið okkar, þannig getur séð hver viljið þinn er góða, fagra og fullkomna, Drottinn minn. Hjálpa okkur að vaxa í náð og þekkingu og kærleika, þannig að við getum vaxa öllu upp til höfuðsins sem þú, Kristur Jesús. Ég bið Drottinn minn, gefa okkur opið hjarta fyrir því sem þú eru upp á að bjóða, Drottinn minn. Og ég bið Jesús og allir okkar göngu að gefa þér allar lofgjöf, dýrð og heiður. Og ég blessa mömmu, ég bið fyrir því að þú smyrðu varirinn og tungu, þannig að ég bið Drottinn minn og gefa okkur orð að mæla hér í dag. Ég bið fyrir því í Jesú nafni. Amen. Amen. Halleluja. Takk fyrir Gunnar minn. Drengur minn. Amen. Við vorum að tala í síðustu viku hvað það er mikilvægt að taka móti fyrirgefningu og líka fyrirgefa náunga okkar. Og það er stundum erfitt, vinir, þegar Guð er að pota í okkur og biðja okkur að fyrirgefa eitthvað sem okkur finnst stundum vera bara ófyrirgefanlegt. En Biblían kennir að eins og okkur er fyrirgefið, þannig eigum við að fyrirgefa. Og það er mjög mikilvægt að það sem við þykjum að Guði, hvort sem það er kærleikur Guðs eða fyrirgefning Guðs eða réttlæti Guðs, að það stöðvist ekki hjá okkur. Þetta á að vera eins og hringrás í okkar lífum. Þannig að það sem við þykjum, það gefum við áfram. Má ég heyra amen? Þannig að allt sem að Guð gefur okkur, og þess vegna eins og finnst mér svo rosalega gott hvað Hilmar er búin að vera duglegur að kenna okkur til dæmis að gefa. Af hverju gefum við? Út af því að okkur hefur verið gefið. Og vinir, við erum svo ríkulega blessuð hér á Íslandi að við höfum í svo mörgu að gefa þakkir fyrir. Við erum ótrúlega blessaður líður. Má ég heyra amen? Þannig að það sem okkur er gefið, það þurfum að gefa öðrum. Og þetta kemur svo vel fram í Sálmi 23. Það er bikar minn, hann er ekki bara barmafull, rétt þýðing er að hann flæðir yfir. Og hvað þýðir það? Þegar Guð fyllir á bikar minn og hann vill fylla á bikar okkar allra, þá er það ekki bara fyrir mig, hann á að flæða yfir til allra þeirra sem er í kringum mig. Og við erum búin að vera að lesa sem söfnuður í Nýja testamentinu og við erum búin að vera að lesa það hvað er mikilvægt að gefa. Við vorum bara að lesa kaflan í gær og í dag það að gefa. Og Guð bara einhvern veginn setti þetta svo djúpt í hjarta mitt varðandi það hvað er mikilvægt að lífa okkar allt. Og það ég bara segja ykkur það, við hjónin, Guð hefur blessað lífa okkar rosalega og það gleður mig hreinlega að fá tækifæri til þess að gefa. Bæði gefa í ríki Guðs og við sem kirkja við erum að gefa í alls konar starf. Við vorum til dæmis að styrkja Nanítu þegar hún fór til Filippseyja og hún var að gefa ungu fólki að borða. Það er frábært að við sem kirkja getum stutt við svona briljant góð störf og séð ávöxt því að við ætlum að gera miklu meira af því. En í dag að það langar mig að tala ávöxt sem varir. Því að Guð vill að við sem kirkja berum ávöxt sem varir. Að við séum ekki bara með ávöxt, tímabundin ávöxt, heldur að við séum með rætur og við séum að bera eðlilegan ávöxt á réttum tíma og blöð okkar visna ekki. Má ég heyra amen? Guð hefur nefnilega ákvarðað fyrir okkar við ættum að bera ávöxt. Og kirkjan, þegar ég tala kirkjuna við eigum að bera ávöxt, þá þýðir kirkja í grunninn bara fólk sem kemur saman. Kirkjan er ekki þetta hús.
Kirkjan ég og þú. Fólk hérna inni sem að mæta í dag, við erum kirkjan. Og þegar Guð talar kirkju sína, þá hann að tala okkur sem heild en líka okkur sem einstaklinga. Við eigum að bera ávöxt sem varir. Og vinir, allt og oft, að þá kemur eitthvað fyrir í okkar lífi og við bara hreinlega stöðnum á göngunum með Guði. Og Guð vill ekki að þú festist í sama fari endalaust, heldur að við höldum áfram með lífið. Hluta því sem að getur komið upp og sem að heldur okkur föstu í sama fari til dæmis ófyrirgefning. Og ég bara segi ykkur, það í rauninni engin tálbeita Satans eins áhrifarík og skortur og fyrirgefningu. Því að það sem að skortur og fyrirgefningu gerir, hún heldur þér aftur í fortíð. Þú ert fastur í viðjum eitthvað sem að gerðist eitthvað tíman og þú getur ekki haldið áfram í lífið með hendurnar tómar og frjálsar fyrir það sem að Guð hefur fyrir því í dag. Og ég virkilega trúi því, vinir, að Guð vilji setja okkur frjáls hvað þetta varðar. Hann vil leysa kirkju sína þannig að það kemur upp móðgun, þegar kom upp særindi, að við hendum því við bak okkar og við höldum áfram. Má ég heyra með henn? Það svo mikilvægt, vinir, að við festumst ekki í okkur fari og við missum að blessunni sem að Guð hefur fyrir okkur í dag. En ávöxtirnir sem að Guð vil gefa okkur, það eru ávöxtir andans. Og við þekkjum það, við förum bara, byrjum á því að fara í Galatabréfið. Þá það í 5:22, en ávöxtur andans það kærleiki, það gleði. Það friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og sjálfstjórn. Allt þetta eru ávextir andans. Þetta eru ávextir sem eiga að koma af samfélaginu við Drottinn. Þegar við erum í Drottni, þegar við erum í samfélagi við Drottinn á hverjum einasta degi og við í samfélagi trúara, þá eru þetta ávextir af líf okkar ef að við erum að ganga eðlilega göngu. Ef að við erum heilbrigð til anda, sálar og líkama, þá eru þetta ávextirnir sem eiga að koma af líf okkar. Það kærleikur, það gleði, það friður, það langlindi. Hvað langlindi? Það að þú fari í kringustæður og þú sért ekki svo óþolinmóður að hlutirnir þurfa að klárast helst í gær. Það að þola vel. Það langlindi. Gæska, góðvild. Vinir, það sem við höfum tekið eftir bara kærleikurinn að kólna. Við sjáum það til dæmis bara á fréttaflutningi síðustu daga. Hvað að frétta á Íslandi? Hver höldum við að við séum þegar við erum að dæma náungan? Nei, svona í alvörni talað. Hvaða rétt hef ég? Ég var að kasta grjótum úr glerhúsi. Og við getum aðeins dæmt þegar við erum búin að ganga í sporum viðkomandi og við vitum raunverulega, hvernig málin eru. Og aðeins Guð þá, jafnvel, getur hann einn út af því hann sér hugrenningar hjartans. Það bara Drottinn sem að getur dæmt. Það sem að við eigum að gera sem kirkja, við eigum að hylja. Við eigum að hylja, við eigum að blessa og við eigum að lyfta upp fólki og við eigum að hjálpa þeim í átt að bata að sjálfsögðu og það á að segja sannleikann í kærleika. En þegar við erum fann að rífa niður fólk á opinberum vettvangi fyrir eitthvað sem það gerði fyrir 35-40 árum síðan og það getur ekki risið upp aftur, þá eitthvað að. Og vinir, ég og ekki þannig fortíð að ég geti verið með einhvern putt á lofti og bent á sakir hjá þér eða öðrum. Allar okkar sakir eru undir blóði Drottins. Hann hefur fyrirgefið okkur. Og vitið hvað stendur við gleymskuna hafið? Það stendur bannað að veiða. Bannað að veiða. Við skulum hætta að veiða. Við skulum bara veita kærleika og gnótta kærleika því að Drottinn kærleikur. Halleluja. Og ég vil allavega vera þannig að þegar mér brestur á, þegar eitthvað kemur upp í mínu lífi, þá vil ég að mér sé mætt af kærleika. Og ég veit að þú vilt það líka. Við erum öll þar.
Og við þurfum öll meira af kærleika. Halleluja. En ávextir sem vara eru þessir. Og ég ætla bara að segja ykkur það. Það stendur varðandi upphafskirkjuna að hún var vinsæl á meðal allra. Þetta var skemmtilegt fólk. Og vinir, ég er skemmtilegt fólk. Við eigum öll að vera skemmtilegt fólk. Við eigum að vera yndisleg við náungan, við eigum að gera grín, við eigum að hafa gaman því að gleði Guðs er hvað? Hún er styrkur okkar. Vinir, við eigum að vera fulla gæsku og góðvild og við eigum að hlæja mikið. Það eru ávextir andans. Og vinir, þegar fólk kemur í návist okkar, þá á það ekki bara upplifa okkur, þá upplifa Jesú í okkur. Og það upplifir það þegar við eigum þessa ávexti. Út af því að þessir ávextir lýsa Jesú Kristi. Þeir eru nefnilega Jesú Kristur. Og hann vill að við berum þessa ávexti. Halleluja. Þannig að hvernig vitum við þegar andleg manneskja er andleg? Hvað gerir andleg manneskja? Nú spyr ég ykkur. Hvað þurfum við að gera til þess að vera andlega manneskjur? Eru þið með hugmyndir? Haga sér eins og Jesú. Callum. Jóhanna. Lesa og biðja alveg klárlega. Hvernig sjáum við að manneskja er heilbrigð andlega? Hún ber ávöxt. Hún nefnilega ber ávöxt. Og Jesús sagði að ávöxtunni þekkist tréð. Þið muni alltaf sjá, þess vegna er ég eiginlega hætt að fókusera á hvað fólk segir, ég horfa á hvað fólk gerir. Það er miklu meiri og bara betri regla við að sjá hvernig karakter viðkomandi hefur. Því ef að fólk er með karakter, þá sérðu sömu hegðun aftur og aftur og aftur. Og sama hegðun aftur og aftur og aftur býr til framgang, býr til uppgang. Þetta hljóma eins og uppköst. Ég er ekki að meina það. Býr til vöxt. Takk fyrir. Býr til success í rauninni. Árangur. Takk fyrir. Þannig að þegar við gerum hlutina aftur og aftur og aftur, þá kemur fram árangur í líf okkar. Halleluja. Dýrsi þér Jesús. Dýrsi þér Jesús. Þannig að heilbrigð manneskja, heilbrigð andleg manneskja og Guð er að leggja áherslu á að við sem heilbrigðir andlegir einstaklingar. Og vinir, það er mikilvægt líka að vera heilbrigður til sálar. Heilbrigður í hugsun. Það er líka mikilvægt að vera heilbrigður líkamlega. Og ég bara segi ykkur það, sálarleg líðan hefur áhrif á andaðinn og hefur líka áhrif á líkamaðinn. Slæmt líkamlegt form hefur áhrif á sáliðina, hefur áhrif á andaðinn. En við erum fyrst og fremst andi. Við búum í sál. Nei, við erum andi. Við höfum sál og við búum í líkama. Það er þannig sem ég vildi sagt hafa. Og við snúum þessu stundum algjörlega á hvolf. En það sem að Guð vill leggja áherslu á í dag, það er andlegt heilbrigði. Að við séum ekki bara það sem að við segjumst vera, heldur við gerum það sem við segjumst gera. Halleluja. Má ég heyra amen. Takk Jesús. Þannig að svona lítur Jesús út. Hann hefur þessa ávexti. Hann er nefnilega alveg frábær, hann drottinn Jesús Kristur. Og við eigum að bera ímynd hans í okkar lífi. Þegar við göngum með Guði, þegar við erum að lesa og biðja, þá gerist eitthvað í líf okkar. Þegar við tökum á móti Jesú Kristi, þá er umbreytandi afl sem að byrjar að taka yfir líf okkar. Hegðun okkar breytist. Það sem okkur langar í breytist. Það breytist allt. Hvernig ég haga mig fyrir að breytast. Hvað ég fyrir að veita athygli breytist. Og þess vegna segir drottinn Jesús Kristur, við eigum að endurnýja hug okkar. Því að synd er í rauninni það að missa marks.
Það sem hann að gera að hann vill leiðbeina okkur inn á rétta brautir þannig að við berum ríkulegan ávöxt. Við að leggja af syndir, við að leggja af skömm, við að leggja af hluti sem að fylgdu okkur í gamla daga og við að gefa Guði það. Og við að endurnýjast til anda, sálar og líkama. Því að þegar við tökum á móti Jesú þá tökum við endurnýjanlegu afli í líf okkar. Og aflið heldur áfram að verka í okkur að vilja og framkoma honum til velþóknunar. Það bara þannig. En hvernig berum við ávöxt? Hvernig virkar þetta í praxís að bera ávöxt? Og nú langar mig til að fara með ykkur í Jóhannes 15 því að þar kemur þetta svo skýrt fram hvernig við berum ávöxt. Og það stendur hér í Jóhannesi 15:1, það stendur ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínyrkinn. Þetta Jesús að tala, Jesús sem sagt vínviðurinn, faðirinn sér að rækta vínviðinn. Ég vínviðurinn og Guð faðir vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt sníður hann af og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo hún beri meiri ávöxt. Mér langar fyrst að benda á eitt, það ein rangfærsla þarna út af því þetta ekki rétt þýðing. Það stendur hverja þá grein sem ber ekki ávöxt, hann lyftir henni upp. Það mjög mikill munur. Hann lyftir henni upp. Af hverju lyftir hann henni upp? Út af stundum erum við í myrkri og við þurfum ljós. Og hann lyftir okkur upp þar sem við getum séð ljós hans og tekið breytingum. Byrjum bara þar. Halleluja, því hann vill að við berum ávöxt. Hann hreinsar vínviðinn. Og höldum hérna áfram. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt sníður hann af eða hann lyftir henni upp og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann svo hún beri meiri ávöxt. Það eru tvær leiðir sem að Guð notar til þess að hjálpa okkur að vaksa í sér, skulum við orða. Það eru tvær leiðir. Það annars vegar með því að hreinsa vínviðinn og svo það með nálað við hann. Það nærvera Guðs. Það eru tvær leiðir færar fyrir Drottinn til þess að hafa áhrif á líf okkar. Og þegar hann vill hreinsa okkur, að þá gerir hann það út af því að við erum að bera ávöxt. Það í rauninni verðlaun fyrir því að við berum ávöxt að þá hreinsar hann okkur. Og vinir, hreinsuna tímabil óþægilegt tímabil. Það vill enginn fara í hreinsunar eld Drottins, það vill enginn fara og finna fyrir hreinsuna tímabilinu, en það nauðsynlegt að upplifa hreinsun Guðs. Hreinsun Guðs hefur með það að gera, hann vill sjá okkur bera meiri ávöxt. Hann ekki þarna til þess að klippa hlut úr líf okkar, til þess að eyðileggja líf okkar eða eyðileggja göng okkar. Það enginn meira invested að sjá þig ná árangri heldur en Drottinn Jesús Kristur og Faðir okkar á himnum. Hann vill að þér vegni vel, hann vill að þú náir árangri, hann vill að köllun þín nái fram á ganga, hann vill að þú ratir beinar brautir. En það einmitt þess vegna sem hann sniðlar ávöxtinn, sem hann hreinsar ávöxtinn. Og ég ætla aðeins að sýna ykkur hvernig hann gerir. Það engar áhyggjur, þetta úr IKEA og kostaði ekki mikla peninga. Ég ekki að fara að tæta niður hérna einhverja plöntur sem á lífi, en mér fannst bara mikilvægt að þið sjáuð hérna hvernig þetta virkar. Og þetta vasi frá mínu heimili, þetta líka grein af mínu heimili. Ég engin sérstakur svona grænkeri. Ég tiltölulega nýfarin að eiga blóm sem að lifa. Því að ég og Jóhanna höfum alltaf drepið okkar plöntur, bara alveg óafvitandi. Við höfum verið svolítið grænar hvað þetta varðar og no pun intended. Við höfum bara einhvern veginn ekki alveg lært á það hvernig plöntur virka. Við höfum alltaf drepið okkar plöntur alveg óafvitandi. En ég á 2 litla plöntur á borðinu heima, því sem hafa komið heim hafði væntanlega séð þessar litlu plöntur. Og það sem hefur gerst það að ég hef haldið þeim á lífi núna í örugglega 2 ár sem kraftaverk fyrir mig. Way fyrir mér. Halleluja.
En það sem ég hef lært þetta. Þegar kom upp svart lauf eða hlutir sem eigi ekki að vera á plöntunni, þá þarf ég að vera dugleg að hreinsa plöntuna. Og ég ætla að sýna ykkur hvað Drottinn gerir. Hann gerir þetta venjulega eftir að eitthvað stórkostlegt er búið að gerast í okkar lífi og við erum alveg í 7. himni og þá koma upp klippur Guðs. Og stundum er ég bara, what? Hvað er að gerast? Og ég fíl ekki þessar klippur því að ég veit hann er að fara að klippa eitthvað á lífi mínu og ég er á móti klippunum. En vinir, alveg eins og ég þarf að gera með plöntuna mína, þá þarf ég að taka burtu laufin sem er ekki að virka. Ég þarf að taka burtu laufin sem er ekki að bera ávöxt. Og reyndar ef ég ger það ekki, þá deyr plantan. Ég var rosalega lengi að átta mig á þessu. Ég veit að þið eru löngu búin að átta ykkur á þessu, en ég er svolítið treg þegar kemur að þessum málum. Þannig að það sem að Drottinn þarf að gera við líf okkar, og það gerist venjulega eftir alls konar uppgang. Allt sinn gang. Og ég venjulega bara, Drottinn, hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera mér? Á ég að fyrirgefa náunga mínum? Ertu að djóka í mér? Veistu hvað hann er búin að gera mér? Hvað ertu að láta mig gera? Ætlar að drepa mig, Drottinn? Ég hef alveg verið þarna, ég er svolítið dramatísk. Ætlar að ganga fram að mér? Er ég ekki búin að þola nóg? Ég er alveg þessi. Og Drottinn heldur áfram að snýðla. Það bara, nei, það þarf að taka bara svolítið vel að því núna þessu sinni. Svolítið stór grein. Það er ekki mikið eftir. Og vinir, svona heldur Guð áfram að hreinsa vínviðinn. Og þegar þetta tímabil er, þá erum við jafnvel að upplifa missi. Eitthvað plan sem að við erum búin að vera með, það er bara ekki að ganga upp. Og allt í einu lokar Guð, eða jafnvel tekur úr höndunum eitthvað sem ég taldi að yrði framtíð mín. Stundum gerir hann þetta hvað varðar fólk. Ég veit ekki hversu oft fólk hefur komið inn í líf mitt og mér hefur einhvern veginn fundist ég eiga framtíð með viðkomandi og þetta er vinskapur sem er forever. Og það kemur í ljós, það er bara langt frá áætlun Guðs fyrir mitt líf. Og vinir, þegar við förum í gegnum svona, þið vitið, erfiðleika og snýðlun og hreinsun, það sem að gera stundum er að við förum í svona pity party. Við förum að vorkenna okkur. Og ég er rosalega góð að vorkenna mér og telja upp allt það sem ég er svo góð í gagnvart Guði. Og ég er stundum lengi á þessu tímabili þar sem ég er bara svona sár og bara fyrir eitthvað reið gagnvart Guði. Meðan Drottinn er að segja, herðu, ég er að gera þetta fyrir þig. Ég er að gera þetta til þess að rétta kúrsinn til þess að þú getur borið mikinn ávöxt. Má ég heyra amen? Þannig að Drottinn horfir allt öðruvísi á okkar missi heldur en við. Vínyrkinn þekkir vínviðinn út og inn. Hann veit hvað þú þarft. Og þegar hann lyftur upp greininni sem ekki er að bera ávöxt, þá lyftur hann henni upp. Og vinni, stundum eru hlutir í okkar lífi sem að við viljum ekki einu sinni bera kennsl á. En Guð veit að eru ekki réttir. Eða tengingar við fólk sem eiga ekki að vera til frambúðar. Og vinni, þegar svoleiðis er að það þurfa að treysta Drottni og reiða okkur ekki á eigið hyggjuvit. Og við þurfum að leyfa honum að hreinsa vínviðinn.
Við þurfum að leyfa honum að taka burti það sem ekki á heima og það sem við eigum að gera. Við eigum að lyfta upp nafni Drottins og lofa hann þegar hann gerir það. Halleluja. Og við eigum að segja, Drottin, ég bara skil ekki hvort að gera, en ég veit hvernig þú virkar. Þú ert að hreinsa mig til þess að ég beri meiri ávöxt. Lofa sér nafn Drottins. Halleluja. Takk, Jesús. Lofa verði nafn Drottins. Og verði hans vilji, ekki minn vilji, heldur hans vilji. Og ég skal bara lofa ykkur því, hans plan töluvert betra en þitt plan. Þetta kannski sjokkirandi fyrir ykkur að heyra. En hans plan svo miklu betra. Hann veit alveg hvaða köllun býr á þínu lífi. Hann veit alveg hvernig þú átt að ganga í þína köllun. Þannig að í dag, í staðinn fyrir að kvarta og kveina, förum að lyfta upp nafni Jesú og segja, Drottinn, þú góður. Þú góður alveg sama hvað. Halleluja. Takk fyrir að þú sett að plokka mig alveg hægri vinstri. Þakka þér fyrir að ég sé eins og reitt hæna. Segjum það. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Það nú bara þannig. Stundum erum við bara eins og reittar hænur, bara upset, eins og við séum nýbúin að tengja okkur við rafmagn og við lítum ekki vel út. En það ástæða fyrir öll vinir. Og þegar Guð að hreinsa okkur, þá það alltaf til þess að bera meiri ávöxt. Finnst ykkur það ekki frábært að vita? Þannig að allir missir, öll plön sem að virka ekki. Og það svo gott að vita að hann með alla hluti í hendi sinni. Og ég þarf ekki að hafa svona miklar áhyggjur af öllu. Þegar hann plokkar mig, þegar hann tekur fólk úr lífi mínu, þegar hann biður mig að leggja af viðlóðandi synd eða ávana sem ekki honum velþóknarlegir, þá segir bara já, amen, Drottinn. Verði vilji þinn. Og það ég vil ekki minn vilja, hann virkar ekki. Hans vilji virkar. Halleluja. Þannig að hreinsun óþægilegt ferli. Halleluja. Mér langaði að sýna ykkur. Ég náttúrulega svo andleg, ég fór á Google í gær til þess að skoða hvenær prúningtímabil eða hreinsunartímabil hvað algengust. Hvenær hreinsunartímabil? Allir getur varpa upp þeirri glæru. Ertu með hana? The best time to prune is after flowering. If the plant needs to be renovated or severely reduced, this can be done late winter and early spring, just before growth begins. Remove old flowers that had and cut back to healthy outward-facing buds. Remove damaged, diseased old wood and strangely growth. Það sem góða fréttir hérna þetta. Hreinsunartímabil rétt fyrir sumartímabil. Á kvöldi gistur og skrátur, en það gleður söngur á morgni. Hann hreinsar okkur til þess að við berum meiri ávöxt. Þannig að hann hreinsar okkur ekki til þess að meiða okkur. Hann hreinsar okkur til þess að koma okkur aftur inn í það plan sem hann hefur fyrir okkur. Og tökum mark á hreinsun Guðs. Tökum mark á hreinsun Guðs. Ef að Guð til dæmis, og ég veit ekki með ykkur, en Guð virkilega búin að vera að díla við mig, minn innsti hringur skiptir gríðarlega miklu máli. Ekki leyfa fólki að vera í þínum innsta hring. Hlustið á mig, vinir, sem ekki með hugafar Krists. Ég bara segja ykkur það. Fólk sem talar illum aðra, ekki láta þetta fólk vera í þínum innsta hring. Hafið fólk í ykkar innsta hring sem vil ganga göngunum í Jesú, sem lyftir upp Jesú og lyftir upp öðru fólki. Þannig fólk á að vera í okkar innsta hring. Þannig að veljum vandlega. Þannig að við þurfum ekki að fara endalaust í ykkur svona prúning, hreinsunartímabil. Og stundum
Er hann bara hreinlega að benda þér á synd? Það má varla tala orðið synd í kirkjum, en ég ætla bara að segja það. Stundum er hann bara hreinlega að benda þér á synd sem þú þarft að leggja af. Og þegar Guð bendur okkur á hluti, leggjum það af. Út af synd leiðir alltaf af sér dauða. Það er kannski gaman í stutta stund, en það leiðir af sér bara hreinlega geðveiki og dauða. Það er bara þannig. Syndin leiðir okkur alltaf af vega. Þannig að stundum þegar Guð er að hafa áhrif á okkur, þá gerir hann þetta svona. Og hann tekur hlut úr líf okkar eða tala til okkar, og vinir, það planar engin siðferðisbrest. Siðferðisbrestur, út af það er bara komin upp gríðarlega mikill siðferðisbrestur hjá mjög mörgum prestum í Bandaríkjunum, þess vegna ákvað ég að tala um þetta. Siðferðisbrestur kemur þegar þú gefur afslátt. Ekki gefa afslátt. Þegar Guð tala til þín, taktu mark á því sem hann er að segja við þig og farðu eftir því sem hann segir. Má ég heyra amen? Bara þannig að við séum alveg skýr. Synd á ekki að vera. Er biturleiki í lífi mínu? Guð hefur áhrif á okkur svona til þess að hafa áhrif á biturleika í okkar lífi. Við eigum ekki að vera með rót biturleika í lífi okkar. Annað, erum við opin fyrir fræðslu? Ég vil vera opin fyrir því þegar Guð er að tala til mín. Ég vil vera opin fyrir fræðslu og leiðréttingu. Ég er langt frá því að vera eitthvað fullkomin manneskja þó svo ég standi hér. Guð er alltaf að laga mig til og það er nóg eftir. Því að hann er vínyrkinn, hann veit best. Og vinir, þetta með greinina sem hann lyftir upp, vinir, það er ekki nóg að hafa fallið lauf. Við eigum að bera ávöxt. Og við getum kunna tungutakið alveg upp á 10. Og ég kann kristilegt tungutak. Ég get alveg látið eins og ég sé andlegasta manneskja í heimi. En vinni, Guð lítur á hjartað. Guð lítur á ávöxt í líf okkar. Það er ekki nóg að kunna talið. Við þurfum að lifa lífinu eftir hans orði. Og þetta er góð predikun. Halleluja. Hann er vínyrkinn. Önnur leið sem að Drottinn notar til þess að hafa áhrif á okkur er þessi. Förum í vers 4, Jóhannes 15, vers 4. Verið í mér og þá verð ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfu sér nema hún sé á vínviðinum. Eins geti þér heldur ekki borið ávöxt nema þér séuð í mér. Og vinir, þetta hefur með nánd að gera. Síðasta miðvikudag þá var Nanita að predika til okkar, hún var að kenna okkur og ég verð bara að segja, wow. Hún var að tala um nánd, hvað það er mikilvægt að eiga nánd við heilagan anda. Leyf honum að búa í okkur, taka pláss í okkar lífi. Og vinni, ég hef þetta bara þannig, það skiptir engu máli hvar ég er. Ég er einhvern veginn alltaf í samskipti við Guð. Og þetta kvöld, þegar Nanita var að tala, að þá heyrði ég röddu Guðs og hann baði mig að gera ákveðin hlut sem ég síðan gerði 2 dögum setna. En það var út af því að ég var á staðnum fyrir það fyrsta. Ég var á staðnum. Ég var að hlusta, ég var að leyfa Guði að tala inn í mitt líf. Vinir, ef við höfum ekki nánd við Drottinn, þá heyrur ekki rödd hans. Og á samkomu eins og þessari, þá er Guð að tala til okkar. Spurningin er bara, ertu að heyra það sem að andinn er að segja söfnuðinum? Og ég vil vera þannig manneskja að þegar Guð er að tala, að ég heyri það sem hann er að segja. Og vinir, Guð er alltaf að tala. Guð talar í gegnum vin okkar. Guð talar í gegnum systur mína. Það gerist þetta mjög sjaldan. Nei, ég er að grínast. Guð notar fólk.
Guð nota kirkju sína. Héðan fer öflugt orð. Héðan fer orð sem að við getum tilengu okkur í okkar raunverulega lífi. Verum ekki að svíkja sjálf okkur með því að bara heyra orðið og ekki framkvæma það. Halleluja. Og þetta snýst nánd. Hleypum Drottni inn í allt okkar líf. Þegar Anita var að tala þá bara ég grét til að bara allan tíman, bara tárin runnu og ég fann bara einhvern veginn, Guð var að hafa svo mikil áhrif og ég vildi óska þess að kirkjan hafi öll verið þetta kvöld að hlusta á þetta orð. Því að þetta var svo öflugt orð og ég er búin að vera að hugsa þetta orð allar götur síðar. Guð þráir nánd. Vinir, ef ég og Alli erum gift, þá get ég ekki bara hitt hann einu sinna ári. Ástin færi mig nær Alla. Ég vil vera alltaf nálægt Alla út af því Alla er frábær og ég elska Alla. Já, takk. Hann sagði sömuleiðis, bara þannig þið vitið af því. Halleluja. Þannig að ástin til Drottins færir okkur nær Drottni. Og þegar við erum að ganga gönguna þá þurfum við ekki að bera allt einn. Hann þráir að bera okkar byrðar. Og þegar Guð er á samkomu eins og þessari, þá er hann að tala inn í líf okkar. Hann er að brýna okkur. Hann er að gefa okkur opinberanir, þannig að við skiljum hlutina betur. Hann er að segja eitthvað fyrir anda sinn. Og vinir, þegar við erum í nánd við Drottina, þá heyrum við röddu Guðs, hvað andinn er að segja söfnuðinum. Og vinir, í dag þá er Guð að tala. Guð er búin að tala svo marga hluti á þessu ári að það er spennandi að vera á fullu í Guði í dag. Halleluja. Það er allt að gerast í ríki Guðs. Halleluja. En vinir, lykilatriði nánd. Hleypum Guði að og leyfum honum að vera hluti af lífi okkar í öllu því sem við tökum okkur fyrir hendur. Og mér langar að lesa aftur það sem að stendur hérna í versi 4. Verð í mér, þá verð ég í yður. Greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfu sér nema hún sé á vínviðnum. Eins getur þér heldur ekki borið ávöxt nema þér séuð í mér. Og vinir, lykilorðið þarna er nánd. Og í Efesus 3. kafla í versi 17, til þess að Kristur megi fyrir trúna búi hjörtum ykkar, að þið verði rótfest og grundvölluð í kærleika. Lokum aðeins augum okkar. Drottin, við bara komum fram fyrir þig. Drottin, ég vil bara þig. Ég vil meira af þér. Drottin, viltu koma inn í allt okkar hjarta? Viltu opinbera vilja þinn fyrir okkur? Viltu hreinsa það sem ekki á að vera? Drottin, við biðjum vilja þinn, Jesús. Við opnum hjart okkar fyrir því sem að þú hefur að segja. Drottin, ég vil ekki meira af mér, ég vil meira af þér. Drottin, ég bið að þinn heilagi andi starfi hér á meðal okkar. Drottin, ég bið að þeir sem eru búin að fara í gegnum hreinsuna tímabil, að þeir sleppi tökunum og treysti þér. Við ætlum að treysta þér. Viltu taka óeðlilega tenginga, viltu taka plön sem eru ekki af þér. Viltu bara taka það, Drottin. Drottin, ég gef þér verkheimild í mínu lífi. Ég gef þér verkheimild.
Við gefum þér verkheimild í okkar lífum. Hirabashiak, Jesus. Og Drottinn, hjálpa okkur til þess að vera ekki að reyna að tengja eitthvað sem að þú er búin að klippa af okkur. Jesus. Að reyna ekki að bara gera hlutin í eigin mætti eða að reyna að bera ávöxt bara í okkur sjálfum. Ávöxturinn kemur að nándar samfélagi við þig. Og fyrirgefðu mér, Jesus, þegar ég gerir hluti að skurðgoði í mínu lífi. Það er eitthvað sem að Guð mun klippa burt úr þínu lífi. Þegar þú þarf að halla þér of mikið upp að einhverjum hlutum sem þú átt ekki að vera að halla þér upp að. Drottinn, taktu það. Við viljum læra að halla okkur upp á þér, Drottinn. Og Drottinn, ég bið þinn heilaga anda til þess að hjálpa okkur, Drottinn, að rata beina brautir, Jesus. Og þegar þú ert að eiga við hjart okkar, Drottinn, að við herðumst ekki upp, heldur við mýkjumst frammi fyrir þér, Jesus. Að traust okkar verði bara meira, Jesus. Og Drottinn, ég vil tala inn í anda þessari kirkju og hún beri mikinn ávöxt. Það hefur mikið verið barið á einstaklingum í þessari kirkju en ég held að það sé tilgangur fyrir því. Það er ávöxtur Drottins er mikill á leiðinni. Hirabashiak, Jesus. Og ég vil tala kjark inn í kirkjuna. Ekki horfa yfir farin veg með einhvern miss í hjarta. Heldur horfu fram á við með von í brjósti. Guð veit hvað hann er að gera. Hann veit hvað hann er að gera. Og Drottinn, ég bið líka, ef við erum ekki duglega að bera ávöxt, viltu lyfta greinin okkar upp í ljósið, gerðu það augljóst sem er í okkar lífi og varnar því að við berum ávöxt. Og við biðjum í Jesú heilaga nafni og allir lýrin sagði, rísum að fætur. Halleluja. Og við langar til að spyrja hér í dag,